Finnur, Portugal nú helgina. Hvernig eru strákarnir stemmdir fyrir þessari viður? Við erum bara vel stemmdir. Við alltaf sárt tap á móti úti í síðustu viku og alltaf fullt af ekki náða að klára þennan leik, sérstaklega í ljósi úrslitin í gær og við erum bara staðurinn að gera það sem við viljum gera. Það er það í okkar höndum að kæst út sigur eða þessi 2 leikjum og koma okkur áfram. Þannig að fókusin er bara einhvern veginn á því. Það er svona vita og gott að hafa klárað en heimaleik á móti Sviss eftir þetta erfiða tap. Það hlýtur að gefa okkur svolítið byrjandi báða vengi fyrir þennan leik. Jú, engin spurning og bara mikill munur á spilamennskunni, þú veist. Þótt að við hefum kannski verið í stöðu að geta unnið leikinn í Portugal, þá kannski var spilamennskan ekki jafn góð og var unnið heilt yfir hérna á móti Sviss. Þannig að ég held við vitum það að við getum gert töluvert betur en við gerðum í Portugal og ég er trúið því að við munum sýna það á laugardaginn. Ef við tölum aðeins um stöðuna í riðlinum, virðist það allt vera jafnur í þessum 3 liða riðli. Já. Ef Ísland vinnur núna helgina, hafa svo sérna þá að einhverja keppa í Íslandsmótinu? Já, ég meina þessu staðinn núna á allir leikirnir innast á heimavelli og við náttúrulega stefnum að því að halda áfram í loka leiknum en það að Portugal vinnur svona stórt þá flækir aðeins málin, þannig að svo staða getur komið upp náttúrulega eftir lokaleikin að öll 3 liðin séu jöfn með sigur í öllum heimaleikjunum og þá er þetta komið svona þessar minnibolta yngreflokka reikningskúnstir hversu mikill stigamunur var á milli liðanna og eins og staðan er núna fyrir þessar 2 leiki þá erum við með 0 í þeirri pluss mínus að við vinnum einum og töpum einum og Portugal er með pluss 12 og Svissarnir er mínus þennan 12 þannig að raun og veru við viljum alltaf vinna Portugal laugardaginn en við viljum gera það helst með stærstu munin þannig að þá mögulega höfum við tveggja að fara til Sviss með kannski smá svona buffer. Við þurfum að búast við íslensku liðinu? Ég vona innilega bara að við höldum áfram að bæta okkur leik, eins og ég segi. Það sagði við þið held ég hérna í viðtali áður að við fundum fyrir því að vera ekki búin að spila æfingarleiki. Það er svolítið aðstæðan þegar maður stattir í Atlantshafi og fá lið sem eru að spila leiki núna. Liðin sem að keppa heimsmeistaramótinu að byrja í undirbúningi seinna, þannig að við vorum svolítið bara bundið því að þessi örfáu þjóðir sem að keppa núna, þau voru búin að ráðstafa sínum leikjum og við vildum ekki vera að ferðast lengi. En við verum bara að trúa því að við séum það bara að bæta okkur með einhverju leiknum og læra betur inn okkur ára aftur og finna hana rytma og svo framvegis. Þannig að ég vona innilega að við náum að bæta okkur leik ennþá frekar. Krefist þetta fullar hallar á laugardaginn? Já, engin spurning. Það munar þetta miklu að fá fullt hús og svo framvegis og þannig að kannski svona menn halda það kannski eftir að leika móti Portugal í febrúar síðastliðnum að þetta sé einhvern veginn sé sama liðið. Þetta er mikið breytt portugalslið, það eru þeirra bestu leikmennir flestir mættir þannig að þetta verður hörkuleikur og bara góður körfuboltaleikur. Og svo er það bara þannig að eins og staðan er þá bara kannski fer hann fækkandi sem góðu landsleikjumenn á Íslandi þannig að ef fólk vil ekki starta körfuboltaleikunum á því að sjá góðan landsleik þá er eitthvað mikið að.